Jæja, velkomin í þátt 7 að prjónuspjalli. Mér er rosa heitt, en ég er samt bara heima en það er svo mikið sól hérna, en ég sný núna beint á móti prjónuhorninu og er hérna hinum endanum á alrýminu til þess að blendast ekki á þessari sól. Ákvað að nýta tækifærið og taka upp þátt. Ég hef ekki alveg haft tækifæri til þess, búið svona ýmislegt í gangi, lífið er búið að vera að lifa og allt það og þannig ég hef ekki tekið upp, en ég er alveg búin að vera að handavinnast alls konar, þannig ég ætla bara að fara yfir svona síðan það sem ég er búin að gera síðan ég er lok nóvember, handavinnu tengt. Ég prjónaði svolítið mikið á sokkum í desember og gaf fullt á sokkum, sett kannski myndir hérna af eitthvað af þeim sokkum sem ég prjónaði og var ég að hlusta á hvort að barnið mitt sé að koma heim. Nei. Og já, fullt á sokkum, margir fengu sokka í jólagjöf sem er mjög gaman. Og já, svolítið margir sokkar kannski, mörg pör, en það er líka bara skemmtilegt. Ég var líka síðast að segja frá, ég hef verið að reyna að sauma með kjól og ég reyndi það og myrkrið og saumavélin tóku það verkefni bara frá mér. En það er til staðar ennþá og ég mun gera með kjól úr þessu fallega plani mínu, en það er ekki að gerast akkurat núna, sem er alltaf læg og það fyrir ekki neitt. Og svo, já, jólin, prjónaði fullt af pínulöllum smásokkum, 22 held ég svona. Og já, það var mjög skemmtilegt og kannski, þú veist, veit ekki hvað ég mun, nú kannski allir búin að fá smásokka frá mér, þannig ég verð kannski að finna eitthvað annað til þess að prjóna eða bara eitthvað annað til að gera. Það sem ég hef klárað fyrir utan svona alla þessa sokka er eiginlega ekki neitt. Ég gerir pínulitla jólasveinahúfu fyrir nágrannan sem fæddist rétt fyrir jól og ég kláraði þessa dúkkupeysu fyrir systurdóttur mína fyrir dúkkuna hennar. Hún valdi tölunar og það er ekki eins og ég hef valið, en Emma dúkka er víst mjög glöð með þetta. Þannig að það er bara mjög skemmtilegt sko. Ég er samt alveg búin að vera að prjóna og ég fór í prjónahelgi Garden Gaman í janúar eins og ég ger alltaf í Hveragerði og það var óbúslega skemmtilegt og ég hélt þar sokkaprjónanámskeið sem var enda skemmtilegra og ég verð líka með sokkaprjónanámskeið á prjónahelgi sem ég og Lilja vinkona mín erum að halda núna 7., 7. og 8. mars á hótelinu Dalahótel lögum í Sælingsdal. Setja upplýsingar hér og þau getur fundið eventin á Facebook, heitir Guðrún prjónahelgi. Og já, vonandi bara koma sem flestir og ég ætla að vera með sokkaprjónanámskeið þar á Fisklips helnum sem ég hef kennt áður og svo var ég líka á prjónagleðinni með námskeið. Ég vona að ég megi segja, já ég held að sé ekki leyndarmál og ég ætla að vera með 2 tegundir sokkanámskeiðum þar eða hælanámskeiðum og það var svo gaman í fyrra og ég held að þetta veri bara ennþá betri hátíð núna og það eru 10 ár, 10 ára afmælishátíð og hún Svana Páls er á fulla skipuleggja og er að gera þetta svo ofboðslega spennandi. Þannig að ég mæli með að koma á prjónahelgina mína og svo prjónagleðina. Prjónahelgin okkar Lilju í Laugum í Sælingsdal er hugsuð sem bara svona slökun og að við þurfum ekki að gera neitt að elda eða keyra eða ganga frá, við erum bara að fá mat og rýmið til þess að vera og hægt að fara á leggja sig og fara í sund eða göngutúr og aðaláherslan er bara að hafa rólegheit. Svo var smá kvöldvökur en annars ætlum við bara að hafa þetta svona frí helgi þar sem þú og handavinnan er bara það sem stendur til. Já. Já, ég er kannski ekki búin að klára mikið en það er ég var að ganga frá eftir að hafa verið að taka upp og fann eina klárið mitt þetta árið og ég hugsaði, ég ætti nú kannski að deila því með ykkur. Þetta er random sokka afgangur af trúnó og lakrís eða trúnó og kaffi, ég get ekki munað það, frá Vatnsnes og þetta var prjónað sumt 2 svar. Ég prjónaði sokkasnák, gerði svo allt í einu þennan hæl út að ég var að kenna námskeið og þurfti að prjóna hæl. Kláraði þennan sokk og gerði tá og restinni fytti ég þessu upp á tánni hér, þannig að þessi hérna sokkur er prjónaður strof, eða þá bara prjónaður
snákur, ekki strof, snákur, hæll, framleisti, tá, eftir á setti ég strófið. Þessi byrjaði hér og prjónaði upp og prjónaði. Þessi hæll eftir á ísettur og prjónaði og svo var þessi orðinn svo langur og mér vantaði meira hér. Þannig að ég prjónaði þetta hérna úr þessu hér til þess að gera og jafn langa til þess að klára alveg garnið. Ógeðslega flókið, en allavega annar prjónaður niður, hinn prjónaður upp. Þannig að þessi tá leikju saman, þessi tá flytju upp og svo mismunandi hæll. Marst á prjónunum og það kannski svolítið í tengslu við heimagarð 2026. En ég ákvað að hafa heimagarð aftur með fyrsta skipti fyrra. Það var heimagarð 2025 og það var bara 100 dagar. Og svona svolítið sprettur og ég var með prjóna, hittinga og svoleiðis og eitthvað reglur og tikki bóks og eitthvað. Það er ekki neitt svoleiðis núna. Þetta er bara allt árið. Nota heimagarðið, notaðu hashtag heimagarð 2026. Ég er búin að vera að draga einu sinni út uppskrift af nýja hettutreflurum Vindanits alfífa sem við sýnum ykkur eftir þegar ég er að prjóna. Og það var ógeðslega gaman, þannig að ég ætla svona bara meira að hafa svona fljótandi og minna skipulag og það er rosalega gaman að sjá þeir sem eru að taka þátt hvernig þau svona bara gera þetta fyrir sig og ég held bara sem fullorðið fólk þurfum ekki eitthvað meira reglur og pressu heldur bara þetta er bara svona áskorun ég að líta á það sem þú átt heima og ef þú langar að kaupa eitthvað þá bara er það heimagarð og kemur heim, við erum bara alveg sama, skilur þú bara ræður þér því þú ert fullorðinn og gerðu það sem þú vilt, skilur. Þannig að já, heimagarðið ég er að vinna hálfur heimagarðni sko og ég ætla að sýna ykkur fyrst til að byrja með alfífu trefilinn minn. Ég fann 4 dokkur af Arvetta sem ég hefði keypt. Ég ætlaði að prjóna með kraga fyrir örugglega 2 árum. Einhver kraga sem ég sá konu Hvergeir vera með að langa þessu að gera en gerði hann aldrei. Þannig að ég nýtti garnið 2-falt í alfífu hettutrefil og ég svo endar við búum svona með öðrum megin, eða ekki búin, ég ætla að sjá hvernig garnið leyfir, þannig ég kom með eitthvað svona 80 cm hér, ætla að prjóna þetta sem 80 cm á gákvort ég hef ekki bara nógu í úrtöku eða hvort ég síki það, þannig að ég er alltaf spennt að eiga þetta, svona grænblátt, passa við allt sem ég á, þannig að þetta hérna eru heimagarði, mjög skemmtilegt og líka bara að prófa að nota garn 2-falt eða prófa að nota eitthvað garn sem átt heima og kaupa fylgiþráð með eitthvað slags, það er alveg það leynist ýmislegt heima hjá okkur. Svo líka hluta heimagarni, einhvern tímann fyrra var að gefa garn og eins og í það er svona alltaf svona gjafaleikur á prjónahelginni sem ég fer í janúar og þá setti ég bara eitthvað geggja heimagarn sem ég bara sá ekki fram á að nota í pakka og ég fekk annað tilbaka og í mínum pakka var þessi geggja hespa sem er ógeðslega flott og verður örugglega eitthvað sætt sjal svo líka eitthvað svona smá auka hlutir líka með og þannig að það er mjög skemmtilega svona skiptidíll, þú veist, að gera að nota svoleiðis og heimagarðshópurinn er líka til þess ef þú smöka, ég með þetta garn, við vantar svona í staðinn notið það svona Facebook-grúpa sem heitir heimagarð endilega notið það ef þið eru með eitthvað svona en ég gerði svona mynd, svona markmiðsmynd af því sem ég langar að nota bara á þessu ári úr heimagarðni og eitthvað af þessu var keypt í verkefni sem ég er að fara að gera en nú þetta er bara hlutir sem ég átti heima og meðal annars er þessi peysa sem er að prjóna fyrir bróður minn ég sé að það er uppskrift en samt ekki uppskrift út af því að þetta gatt sem ég keypti passa ekki alveg við þannig ég svolítið svona improvisera með hjálp Nittubúl og ég er búin með búkinn og ég gerði búkinn sem þannig að það er kantur sem ég er búin að prjóna niður hann er 2-falt og hún verður opin peysan en ég gerði líka þannig að það verður kantur sem brettist inn því að það er ekki hnappagöt eða rennilásar en svo er svona bara opin þannig að ég er búin að gera kantinn þannig að þegar ég klippi og þarf að festa og þá er kanturinn bara kominn þannig að hérna er búkurinn hún er svolítið svona síð jakkapeysa með hettu og ermarnar komnar ég var að fatta að ég verð svona kannski að fara að auka aðeins grófar út ég er að gera báður í einu út af þetta er svolítið svona skítamix og það er engin uppskrift að þá finnst mér bara fínt að gera báður í einu þetta er úr svörtu bómullgarni og svo mun ég sauma út í eftir á bakinum, einhver hvítamynd sem er eftir Tom og Finnland en ég ætla að gera það bara þegar ég er búin að prjóna alla peysuna og þvo hana og bara hún er opnaðan á allt og þá ætla ég að sauma í
Mér líklegt ég hafi gatnið tvöfalt þegar ég sauma í út af því ég er með hvítt og svart. Þá sést það betur. Eða svona poppar upp meira held ég myndin. En það kemur ljós. Það er langt í að það verður til og það gengur mjög hægt með þessa peysu. Hérna onni er dagatalið sem ég var með frá systrabönd, hressutýpuna, alls konar skemmtilegir litir af garni og auka hlutir og svona sem var í því. Ég er byrjuð að prjóna sjal úr mínu og ég sést með aðlitin sem er alveg svakalega fallegur, svona svartur, grænn, fjólublár með aðlitin og þennan fjólublá lit og ég byrjuð á sjalinu Ylur eftir hennar Brynju Björk og ég mæli svo með að kíkja uppskriftir hennar Brynju. Hún er með svona skemmtilega nýtt alls konar og hún gerir frábært. Þannig að þetta er svona byrjunin og svo er ég byrjuð hérna aðeins á blúndu. Ég er ekki alveg búin að vera með hausinn í blúnduprjón en það kemur örugglega vonandi fljótlega og mér finnst þetta mjög skemmtilegt verkefni og ég ætla næst að nota þennan græna lit. Það passa vel við. Já, hérna onni fann ég nú reynda líka sokk sem er að prjóna. Þetta er DK sokkagat sem ég keypti einhvern tímann gatni gangi og mér vantaði þess að sokk til að prjóna á námskeiðinu sem ég var með í Hveragerði og þá bara prjónaði ég að hælinum og prjónaði svo hælinn á námskeiðinu því ég prjóna alltaf hæl með nemendum mínum en ég er samt búin að fá ábendingu og ég held að sé betra að vera með svolítið svona líflegra gat svona þegar ég er að kenna og sýna út af því ég kenni bara með því að sýna hvernig að gera þetta, labba bara á milli og þetta er gert í samtali og þetta er alltaf ógeðslega skemmtilegt. Þannig að ég tek það með mér þegar ég verð með næstu námskeið þarna á prjónahelginni Guðrún núna í byrjun mars og prjónagleðinni fyrstu helgina í júní á Blönduósi. Prjónagleðin.is eitthvað. Mælum að kíkja á það. Þannig ég er ekki búin að snerta þetta sem ég var í Hveragerði. Leiðilegt en svona er það. Hvað leynist hér í pókum? Já, innigollan er ekki til lengur og mér finnst það svolítið gaman að vera að gera hérna þennan hettutrefil. Já, ég glemdi að segja þetta er alfífa eftir Vindanits. Ótrúlega skemmtilegt munstur. Og það er sama munstur og er í innigollunni. Því innigollan er að verða Sigluvík. Líka mjög langt síðan ég snerti þetta en þetta er skát sem ég rakti upp og gufaði með hjálp mannsins míns og það að vera Sigluvík á mig. One day. Þetta mun allt gerast. Það liggur ekkert á. Í þessum póka er líka heimagat sem ég var með hérna markmiðsmyndinni og það er hérna afgangurinn af gatninu í Ungfrú Eyjafjörður-peysunum minni, albaka fín og bara rendur og þetta á að vera May shawl sem ég talaði um áður og talaði um þetta svo sem áður en ég er ekki byrjuð á því. Í þessum póka er meira heimagat sem ég var með á myndinni. Þetta er silki og merino frá Eddu og silki og merino frá Hex sem var hérna svanurpeysa og þetta ætlar að vera lúnapeysa. Mjög spennt fyrir því þegar að því kemur nægur tími. Þetta er líka heimagatn held ég. Mér minnir að þetta hafi verið heimagatsmyndinni. Já, jú. Og þetta eru sokkar á pabba minn, hann afmæli mars, mér vantaði að hafa sokk á prjónunum. Þeir eru bara hér. Ég bara byrju á þeim. Sokkunum hans pabba. Þetta er Arne og Carlos gat sem ég fekk einhvern tímann í garni gangi. Sem er skemmtilegt. Í körfunni er svo meira skát. Ekki innigoluna, heldur Sigluvík. Sem er svakalega flott. Fekk þetta líka. Í janúar. Anna Magga vinkona mín gaf mér svona monsteru. Ég átti einu svona risa monsteru sem ég er núna í minni monsteru. Og ég hef átt svona nokkur sinnum en ég næ alltaf einhvern veginn að tína þessu. En ég er ekki búin að tína þessu, Anna Magga. Ég er ekki búin að tína þessu. Samt okkur febrúar. Í Hveragerði var Edda var og Ásdís og vetrargarn og eitthvað meira. Og ég keypti hjá í janúar litin hennar. Sko, hann hefur eiginlega tvíþætta
tvíþættan tilgang. Hann á að verða brokkoli í þessa sokka sem ég langar rosalega mikið að prjóna, en ég er ekki mjög góð í tvíbandaprjóni, en mér langar svo að gera þessa brokkolisokka og hugmyndin er sem sagt að nota þetta tvít sem Ásdís gaf mér einu sinni, Ásdís í Hex sem moldina. Þetta er sokkagarn og þetta gráa fyrir aftan, þannig að þetta átti að vera brokkoli og það verður brokkoli og þetta fer náttúrulega mjög lítið í þessa brokkolihausa og brokkolihausarnir eru uppskriftinni gerðir þannig að brugnulekkjurnar eru notaðar til þess að gera, þú veist, brokkolihausinn. Það er svo sniðug mannskæði, hún heitir Stone Knit sem gerir svo sokkar ekki að gera. Og svo verður þetta fyrsti liturinn í Year Long Blanket. Sandra, en hún Sandra gerði þessa uppskrift og gaf mér og ég ætla að nota þetta sem fyrsta mánuðinn því þetta er janúar liturinn Eddu og græn er bara alltaf góður litur og lífið er betra með grænu, segi ég hérna, græn eða konan sem ég er. Og svo var ég líka með hugmynd, hér er eitthvað bíp, hér er eitthvað bíll að bakka, svona er þetta. Þetta voru líka svona hugmyndir af brokkolilitnum, þetta er hérna silki og þetta er eitthvað vassnes, en ég hugsa að þetta verði frekar brokkoliliturinn. Ekki byrja á svona sokk, en alltaf að pæla í svona brokkoli. Svo keypti ég mér garn hjá Ásdísi Hex og ég keypti þannig hérna lit og hann er ekkert mjög magníulegur en hann fer mjög vel með grænu, en ég keypti hann eiginlega og hann heitir Árbæjarskotta og dóttir mín var að vera 15 ára fyrir viku síðan. Hún hefur kölluð Skotta frá fæðingu og við búum í Árbænum, þannig að mér fannst svo fyndið að heita Árbæjarskotta, þannig að, og hún notar, henni finnst mjög gott að ullasokka, þannig að kannski verða þetta bara sokka henni eða mér eða eitthvað, mér fannst það bara svo skemmtilegt. Svo keypti ég þennan lit, þetta er sjálfsmyndstarandi frá Hex Dye Works og heitir Hrafnhildur og ég held ég bara aldrei séð hann áður, en hann er mjög mikið svona dökkur og það sem ég fannst ennþá fyndnara var út af því að ég byrjaði að prjóna ylur sjalið sem sýndi gráðan í Hveragerði og þetta er aðaliturinn í því sjali og er hérna stóra hespan úr jóladagatalinu frá systraböndum í fyrra og þetta er Hrafnhildur og þetta er eiginlega bara sama nema auðvitað þetta röndótt og ógeðslega fyndið. Mjög líkir litir. Svona getur gerst. Þannig að já, brokkolisokkar og ég er aðeins að íta garninu hérna frá og þá aðeins kannski að rista myndavélina og það er að kíkja í bókina mína. Já, þannig ég er að prjóna peysuna, ég er svona alveg að prjóna peysuna fyrir Guðmund bróður minn og ég er að prjóna alfífu hettutrefilinn, ylur sjalir á kantinum og sokkarnir, Sigluvík, þetta er allt bara, allt undir kontról sko. Ég var með 4 gjafaleiki, svona aðvendugjafaleiki úr heimagarðinu mínu í desember og það var óbúslega skemmtilegt og náði að gleðja fylgjendur mína þar, það gladdi mig mikið. Það var svolítið fyndið að ég ákvað að ofugsa ekkert síðasta þátt og hann var rosalega hrár og svoleiðis en samt er bara fullt á svona einhvern veginn hrósum hann, eða eftir hann og já. Ætli ég sé ekki svolítið svona þengjandi núna að bara njóta og að vera og hafa gaman og ekki setja með reglur og pressu. Sé hvert lífið leiði mig á næstunni sem er skemmtilegt og hérna eins og sólinn þá ætla ég svona að rísa á þessu ári með þessi veikindi mín og ég verð bara betri og hérna ég held að sé engin ástæð þess að vera eitthvað annað en bjartsýn og allt verður gott. Ég hef fullt að seglu og hérna og ég veit að hún kemur með langt á þess að ég ætla að vera eitthvað rosalega dramatist. Jú, ég hef líka eftir að prjóna fertugsafmælisgjöfina sem ég talaði síðast eða það síðast. Ég er að horfa á garnið núna í það. Það er skemmtilegt, parachúti, það er mjög skemmtilegt. Þannig að já, ég er svona ekki að taka neitt að mér nema að ætla að halda þessa skemmtilegu prjónahelgi með henni Lilju minni. Er bara svolítið að hitta vinkonum mér að prjóna. Ég var svona mismunandi stöðum, fór í prjóna og gær hjá íslenskum prjónurum í Spírunni. Stoppaði stutt í lítinn tíma en það var mjög notalegt og fekk svo vinkonum mínar hérna heim í gærkvöldi í svona góðan prjónu, bara tala endalaust prjónu sem er svo skemmtilegt. Og svo fór ég síðustu viku
höfuðstöðuna, það var líka mjög flottu prjónu. Það er eitthvað við hljóðvistana í höfuðstöðunni samt sem ég fíla ekki. Það var skárra í spýrunni, þó að það örugglega verið fleira fólk í spýrunni en hljóðvistin í hérna höfuðstöðunni og veitingarnar. Ekki það ég sé eitthvað pikki, er ekkert eitthvað æðislegt, en rosa flottu matur og allt það í spýrunni sem er skemmtilegt. Þannig já. Helga vinkona, eða ekki búin að horfa á hana, hún er komin aftur á YouTube, The OG, og hún er geggjuð og ógeðslega skemmtilegt að fylgjast með henni. Og hérna, já, ég er hægt að fara á Garnival. Jú, ég er að fara á Garnival, ég er mjög spennt fyrir því, hitta alla prjónakonurnar út allt. Það er svo stórkostlegt framtak, setja hérna líka. Það er 1. mars, svo er mér búin að fá mig miða á skemmtikvöldi Rendur sem verður hérna í Gufunesi kvöldið fyrir. Og svo helgin eftir Garnival ætlum við að baða okkur upp úr öllu sem við hefum keypt okkur í Garnival og hérna verið í handavinnu helginni Guðrún, svört eins og sálin. Svört eins og sálin er grín, þetta er bara venjulega helgi sko. Já, Guðrún er þess að svona landnámskona eða já, sögupersóna í Íslendingasögunum sem var hérna Laugum í Sælingsdal og það er Guðrún og Laug og annað, þannig að okkur fannst fyndið að láta prjónahelgin okkar heita Guðrún en ekki eitthvað svona garn, þetta er prjónahitt. Hún heitir bara Guðrún. Mamma mín heitir líka Guðrún. Það er bara mjög fallegt og skemmtilegt nafn. Já, það er bíllinn á Bakka. Ég veit ekki hvort þið heyrið. Ég ætla bara að klippa þetta lítið, segi ég, og klippa þetta alltaf ógeðslega mikið. En setja inn myndirnar af því sem ég er að tala um. Mæli með að kíkja á uppskriftina eftir Söndru, teppið og Yl eftir hana Brynjubjörg og Stone Knits með þessa brokkolisokka og hún sko með alls konar hænusokka og svona sokka og hún er ógeðslega flott, ógeðslega fyndin en ég er náttúrulega prjóna lítið tvíbanda en ég elska brokkoli þannig að ég þarf að gera þessa brokkolisokka. Já, gott að sjá ykkur þó ég sé ykkur ekki, takk fyrir að senda mér alltaf og hérna já, það er gaman að vera svona eitthvað samfélag hérna og er ótrúlega gaman þegar hitt eitthvað bara ég horf alltaf á YouTube-ið þitt og mér finnst eins og ég þekki þig og það er ofbúrslega skemmtilegt og hérna endilega segja hæ ef við sjáum eitthvað starf líka bara í bónus sko. Gott að sjá okkur, við sjáumst næst, ég lofa engu hvernig það verður en hérna hafa það gott, sjáumst.